Komið sæl, Birgir Þór heit ég. Þið að horfa á heimsbikarkeppnina í torfæru. Fjórða og síðasta umferðin fór fram á Hellu miðjan júlímánuð. Fjölmargir áhorfendur mættu til leiks í blíðskapara veðri og keppendur frá 3 Norðurlöndum, Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Fyrstu 2 umferðirnar fóru fram í Noregi og þar voru mættir keppendur frá 5 Norðurlöndum. Finnland og Danmörk voru með í þeirri keppni. En þetta undanfarið þess sem að koma skal á komandi árum. Heimsbikarkeppnin í torfæru mun stækka. Torfæran að breiðast út. Það var byrjað að keppa í þessari íþróttagreinum 1970 hér á Íslandi, 1990 í Svíþjóð og stuttu síðar í Noregi og í lok síðustu aldar í Danmörku og stefnir á keppni í Finnlandi innan tíðar. Finn Løberg í götubílaflokki fer fyrstur á stað í fyrstu braut á Hellu og þessi braut reyndist honum erfið. Allt í einu grip á annað afturhjólið og skiptir engum togum að hann missi bílinn hér til hægri og veltir. Þá það Ole Christian Rustan. Kemur frá Noregi og í flokki sérútbúinna bíla. Svolítið villtur á gjöfinni. Þessi bíl og 2 mjög keimlíkir bílar frá Noregi voru upphaflega smíðaðir til þess að keppa í spyrnukeppnum í drullu en var síðar breytt til þáttöku í torfærukeppnum. Gríðarlegt afl sem að þeir eru með í sínum bílum. Það leyfilegt að bakka eina bíllengd og Ole gerir það og sem erfiði. Það þó 210 stig fyrir lengdina en 90 refsistig, 120 stig, Björn Ingi Jóhannsson. Það gekk lítið á honum í fyrstu 2 umferðum í Noregi vegna bílanna. Björn Ingi hefur sýnt á og sannað að hann á alveg heima í toppbaráttunni en bílinn hefur hins vegar ekki verið í nægilega góðu standi til þess að hjálpa honum við það sem hafið þessu ári. Harald Pétursson var búinn að tryggja sér heimsbikartitilinn í torfæru þegar hér var komið sögu. Hann var ekki ánægður með þetta en fljótlega var svona stór sandsteinn í miðri braut sem að hindraði keppendur á þeim hraða sem þarf til þess að komast upp efsta barðið í þessari fyrstu braut. Gísli Gunnar Jónsson mætti til keppni eftir að hafa verið í fríi nokkra hríð. Hann fæst að krækja fram hjá steininu sem Haraldur stoppaði á og Björn Ingi en fer þó ekki lengra en þetta. Gísli á sér marga aðdáendur. Hann hlaut 150 stig fyrir þessa braut. Og þá það braut 2, við ætlum að fara svolítið hratt yfir sögu hér í upphafi. Haraldur Pétursson. Laglega gert hjá Haraldi. 350 fyrir lengdina og engin refsing. Gunnar Gunnarsson keppir í götubílaflokki. Og til þess að hann ætti möguleika á heimsbikartitlinum þá þurfti hann aðstoð frá Ragnari Róbertsinni og Bjarka eða Pétri Pétursinni í götubílaflokki. Þurfti að fá þá á milli sín og Finn Løbergs sem við sáum velta í fyrstu braut. Ole Christian Rustan ekki alveg með þetta á hreinu að stiga á bensíni þarna í bremsunar. Og við förum beint í 3. braut. Haraldur Pétursson fer aftur hér fyrstur hjá okkur. Hangir hér ofarlega. Fyrsti keppandi fór hér neðan þetta hvíta dekk og Haraldur hefur gripið hérna. Léttur bíll hjá Haraldi og talsvert afl í 6 trokka vél sem í þessum bíl er. Og fyrstur manna fer Haraldur Pétur svona alla leið í braut númer 3 og kominn með mjög vænlega stöðu. Fór einn upp í braut númer 2. Helgi Gunnarsson. Já, upp á fer hann en bara til þess að velta þarna.
Við eigum því miður ekki mynda því, það var Arne Jóhannesson Sen frá Noregi. Einn af þessum 3 bílum sem ég nefndi áðan. Arne stendur vel að vígi í skandinavísku meistarakeppninni í torfæru. Nú að sjá hvort hann getur leikið eftir það sem Haraldur gerði hér. Ó nei, ekki fór hann upp. Og það var að Gunnar Gunnarsson. Takk ég nú eftir hvar afturhjólið stöðvast. Hann má bakka bíllengd. Og hér bíllengdin komin. Og sentimeter meir en það. Dómari í keppninni dæmdi að Gunnar væri þarna búinn að bakka á langt og mætti því ekki halda áfram. En þetta alveg ákveðið, ein bíllengd og hún kostar 40 stig, bakki með meira þá eru menn komnir út úr braut sem kallað eða mega ekki halda áfram. Það var Gísli Gunnar Jónsson. Hann átti í vandræðum með þessa beygju. Gísli ákveður að taka á sig 40 stiga refsingu hérna og bakkar og virðist bakka og langt en sleppur með það. Laglega gert hjá Gísla. Þá lokahnykkurinn eftir 350 stig í húfi fyrir að fara alla leið. En hann fer ekki upp á og þar lendi aðeins 250 fyrir lengdina, þarna munar 100 stigum af því hvort hann fer upp eða ekki og frádragast 40 stigin fyrir bakkið Sigurður Þór Jónsson. Kom í ljós í þeim torfærum sem voru í fyrstu 3 brautunum á Hellu að íslensku ökumennirnir með mun meiri reynslu í svona flóknum torfærum og voru að standa sig mun betur heldur en Norðmennirnir og Svíinn Hans Maki. En á móti kemur að bílar Skandinavana virðist vera með talsvert meira afl. Ragnar Róbertsson. Og hér fer hjá honum vélinn og þar með fór von Gunnars Gunnarssonar meistaratitilinn. Staðan í sérútbúnarflokknum eftir 3 þrautir. Haraldur Pétursson leiðir með 880 stig, Sigurður Þór Jónsson 2, Gísli Gunnar Jónsson 3, Helgi Gunnarsson 4, Daniel 5. Og sjáum að Arne Jóhannesson, Roar Jóhannsson og Óli Graversen þarna í 8., 9. og 10. sæti og í götubílaflokki var Gunnar efstur eftir 3, Ragnar Róbertsson 2, Finn Löberg 3 og Bjarki Reynisson 10 stigum þar á eftir en Ragnar Róbertsson varð að draga sig í hlé að loknum 3 brautum. Nú 4. brautin var tímabraut. Arne Jóhannesson það var sæmilegu dampur á Arne. 5. besti tíminn, 25 sekúndur slettar. Leó Viðar Björnsson. Leó Viðar var efnilegur en orðinn góður í dag. Vantar aðeins að finnslípa hjá sér aksturinn og kemur örugglega til með að blanda sig í toppbaráttunni á næsta ári. Magnús Torfi Ólafsson. Þú að hægra framhjólið undan. Og hann fer ekki lengra að þessu sinni. Og Gunnar Gunnarsson. Gunnar gerði þær breytingar á bíl sínum í vetur að hann fjarlægði nitróið og fékk sér mun öflugri vél heldur en hann var með áður. Það kom til af því að nitró bannað í götubílaflokki í Skandinavíu og Gunnar þurfti á aflinu að halda þar. En hann var hins vegar ekki með rétta samsetningu, var ekki með rétta blöndunginn og náði ekki því afli út úr vélinni sem að vélinni smíðuð fyrir.
og var því að sætta sig 4. og 5. sætið í keppnunum í Noregi. Og Gunnar Ásgeirsson gerði sér lítið fyrir og náði besta tíma í þessari tímabraut. Sem reyndar ekki alveg rétt, annar besti tíminn, Björn Ingi náði besta tímanum. Gunnar ók á 22:55 og Björn Ingi á 21:67. 5. braut og Gunnar Gunnarsson fer hér fyrstur. Gunnar í götubílaflokki og þar má ekki nota stóru ausudekkin, eingöngu þessi dekk sem með það sem kallað skóflur. Hér hart undir og sjáu þetta. Gunnar gerir þetta listavel upp á fer hann 350 stig fyrir lengdina og hans maki reynir sömu leið og Gunnar en hefur ekki erindi sem erfiði. Og Gísli Gunnar Jónsson, úr því að Gunnar Gunnarsson var að fara upp á götubíl, þá reiknuðu nú flestir með því að fleiri færu þarna upp, en Gísli fór ekki. Sigurður Þór Jónsson, nei, röng stefna, komin út úr brautinni hér. Og hættir við að reyna meir. Það var Bjarki. Nei, hættir við hér. Hliðið þarna á toppnum og það talsvert grip í þessari sandklöpp en það líka í henni frákast. Og ekki fer Daniel Gunnar Ingimundarson upp hér og Finn Löfberg reynir að læðast þetta en læðist á toppinn. Og þaðan á hjólinn. Og Björn Ingi Jóhannesson. Þetta má geta að veltibúrin í þessum bílum eru þannig byggð að þau þola 7 sinnum þyngd bílsins og láta því sjaldnast á sjá í svona veltum. Haraldur Pétursson á toppinn, það var Helgi Gunnarsson. Rétt sleppur hérna við að fara á toppinn eins og Haraldur. Arne Jóhannesen. Úr því að hinir eru búin að fara á toppinn, því ekki þá Arne. Og keppnisstjórinn Svanur Lárusson sem stjórnaði leitinni að í gæsalöppum týndu ferðamönnunum. Stóð sem eins og hetja í þessari keppni og þess maður geta að lokaðum fyrir Íslandsmótsins fer fram á Hellu í septembermánuði undir styrkri stjórn Svans. Nú í 7. þraut fengu menn aðra tilraun til þess að komast upp þetta stál. Það var þá beint upp en ekki á ská. Gunnar Gunnarsson gerði ekki alvarlega tilraun við það. Róar Jóhansen veltir hér. Og ekki kemst Gunnar frekar en Gísli. Né Daniel Ingimundarson. Og það ástæða til þess að fara bara hratt hér yfir. Hér ultu menn hverjum annan þveran í þessari braut. Og staðan þegar 2 brautir voru eftir Haldur Pétursson með forystu með 1480 stig eins og við sjáum með 400 stiga forskot á Gísla Gunnar Jónsson, aðeins 2 brautir eftir. Sigurður Þór Jónsson 3., Arne Jóhannesen kominn upp í 4. sæti, Björn Ingi niður í 5., Leo Viðar í 7., Gunnar Ásgeirsson í 7. og Róar Jóhansen þarna í 9. sæti. Gunnar Gunnarsson leiðir í götubílaflokki, Bjarki Reynsson kominn þar í 2. sætið en Finn Erik Löfberg öruggur þarna í 3. sætinu, Ragnar Róbertsson ekki meira með og Pétur með mjög fá stig þarna á botninum. Þannig að titillinn var Finns þegar hér var komin sögu en þá var eftir aðal skemmtunin á Hellu og það vatnið annars vegar og mýrin, Gísli Gunnar Jónsson. Vatnið það sem dýpst það meter stjúpt. Gísli ekur þetta af alkunni snilld og fjölmargir áhorfendur klöppuðu honum lof í lófa. Og Róar Jóhansen. Þessi bíll frábrugðinn hinum 2 sem að líkjast þessum. Hann með sjálfstæði fjöðrun að framann. Sjáum að hjólinn bogna svona undir bílinn. Þetta virðist ekki vera góður búnaður til þess að aka ofan á vatni. Hér það hraðinn, aflið og eins það hvernig bíllinn tekur yfir vatninu sem að skvettist upp. Óli Graversen með gríðalegt afl, 860 hestöfl.
plus svona það bil 200 í nitro þegar á þarf að halda. Og þeir hafa ekki áður ekið í svona þraut þar sem að aka þarf yfir vatni eða ofan á vatni ef hægt er. Óli Gravesen gerði þetta vel, Gunnar Ásgeirsson. Vantar greinilega afl hér. Þessi bíll hefur nú oft flotið betur en hann hefur líka oft stoppað á nákvæmlega þessum stað. Í gang fór bíllinn að lokum hjá Gunnari en hér það Finn Löfberg. Þrátt fyrir mikið afl þá tókst honum ekki að fljóta þarna fyrir hlutan og ekki heldur seinni hlutan. Og líklega það vegna þess að fjöðrunarkerfið of mjúkt. Bílarnir þurfa nánast að vera algjörlega stífir eins og rallybílar til þess að geta ekið ofan á vatninu. Björn Ingi. Þann sem þetta talar standandi þarna við myndavélina. Hafði verið aðvaraður af myndatökum Discovery Channel sem voru þarna á staðnum til þess að fylgjast með 4 keppendum en stóð fastur á sínu að þarna ætlaði hann að vera. Haraldur Pétursson. Ekki bara orðinn heimsbikarmeistari í torfæru þegar hér var að koma í sögu, heldur með afgerandi forystu í þessari keppni á Hellu. Og Haraldur var ekki í vandræðum með þessa tímabraut. Þó aðeins virtist þó skorta á aflið hjá honum. Arne Jóhannesson, Sen. Arne með heila hásingu að framann. Nær ekki að fljóta ofan á frekar en Róar. Hann þó með það vel gengið frá loftintækinu fyrir vélina að hann nær að halda bílnum í gangi allan tíman. Leó Viðar Björnsson. Örlítið afl, 100-200 hestöfl. Magnús Torfi Ólafsson misti hjólið áðan. Discovery var hér með 2 myndavélar á þessari keppni og höfðu stillt sér vel og vandlega upp fyrir þessa braut eftir að hafa aðvarað myndatökumann þann sem að myndar fyrir íslenskt sjónvarp. Og þeir ætluðu sér að ná góðum myndum og eru nú beint fyrir framann Gunnar Gunnarsson. Og sjáið þið þetta héðan. Ekki vandamál fyrir hann og hér tekur hann stefnuna beint á myndatökumennina frá Discovery og mokar yfir þá svona það bil heilu tonni af vatni og sandi. Þetta til frá öðru sjónarhorni. Þarna koma myndatökumennir inn í mynd og reyna að forða sér. En yfir þá fór allt vatnið og sandurinn nú ekki þráður á þeim. Sigurður Þór Jónsson. Ekki alveg á réttum stað, hefði þurft að fara þarna upp á eyruna til þess að halda hraðanum. Svo hann gæti nú haldið áfram að fljóta hér ofan á. Sigurður náði sínu fyrsta sigri í torfæru í sumar í annar umferð Íslandsmótsins og þá var það blessuð mýrin sem oft hefur vafist fyrir mönnum
En það kom berlega í ljós í þessari keppni að aflið sem að er í þessum torfæribílum nú til dags fleytir þeim langt í mýrinni. Langflestir keppenda fóru alla leið. Og ljóst að fyrir næstu keppni á Hellu þar sem allir þessir svo mjög öflugu bílar munu vera með, þá þarf að leggja einhverjar erfiðari þrautir fyrir menn í mýrinni. Sjáum það Óli Gravesen fær ekki einu sinni gusu á hjálminn sinn. Maximus fengi að sjá sjónarhorn ökumanns í gegnum mýrina þar sem að drullan hefur mokast yfir menn og menn hafa ekki haft möguleika á því að sjá út. En mikið afl og mikill hraði hjá Óli Gravesen, það er loksins þarna sem hann mokar yfir sig leirnum og járninu sem í þessari mýri er og verður að loka hjálminum til þess að sjá eitthvað. Gunnar Ásgeirsson. Hér fær hann yfir sig gusuna. Hann er með sérstök gleraugu sem hann getur dregið svona filmu frá. Það er það sem hann er að gera alltaf með annarri höndinni. Og sér nógu mikið og nógu lengi til þess að ljúka við mýrina. Haraldur Pétursson, krýndur konungur torfærinnar á þessu ári. Það er engin spurning. Sigraði í öllum 4 umferðum heimsbikarkeppninnar. Rembingur. Ég held að við höfum komið Norðmönnum og Svíum talsvert á óvart í þessum keppnum. Ekki endilega hér heima en út í Noregi þar sem að Haraldur Pétursson náði fyrsta sætinu í báðum umferðunum og Gunnar Ásgeirsson og Sigurður Þór Jónsson voru reyndar mjög nálægt því að hirða annað og þriðja sætið í fyrstu umferðinni. Þrátt fyrir að við erum með talsvert minna afl. Hér eru úrslitin í þessari keppni. Haraldur Pétursson sigrar, Gísli Gunnar Jónsson annar, Leó Viðar Björnsson í 3. sæti og þetta er í fyrsta sinn sem Leó Viðar kemst á verðlaunapall. Þetta er í sérútbúnarflokknum. Haraldur Pétursson með 370 stigum meira heldur en næsti maður. Nú í götubílflokki sigraði Gunnar Gunnarsson með 1880 stig, Finn Löfberg var þar annar með 1570 stig, Bjarki Reynisson þriðji með 1033 stig. Og lokastaðan í heimsbikarkeppninni í torfæru í sérútbúnarflokknum. Haraldur Pétursson með fullt stiga 40 stig, Óli Gravesen 16, Sigurður Þór Jónsson í 3. sæti með 13 stig ásamt Gunnari Ásgeirssyni, Hans Maki 5. með 11 stig, Róðar Jóhansen 7. með 11 stig og Leó Viðar Björnsson í 7. sæti. Og í götubílflokki sigraði Finn Löfberg með 29 stig, Gunnar Gunnarsson var þar annar, Ragnar Róbertsson þriðji, tók þátt í 2 keppnum, Niklas Westberg tók einnig þátt í 2 keppnum og hlaut 13 stig. Arne Svartling 11 stig, Bjarki Reynisson 11 stig. Nú framundan í þessum mánuði, go-kart, rally Reykjavík eftir rúmar 2 vikur og síðan torfæra á Blönduósi í lok þessa mánaðar. Birgir Þór kveður á sinni, verður aftur eftir 2 vikur og það fyrir að hitna í kolónum í Íslandsmótum í íslensku motorsporti. Sjáum stress, bless bless. Pistol packing, itchy finger, trigger happy, try to trap me, being rap, why you tap me, backstab me, bring the bait, over race, tell me lies, time flies, close your eyes, come with me. Come with me. Yeah. Come with me. Trust you, you never hurt me. Now I'm disgusted, just adjusted. Certainly you fooled me, ridiculed me, left me
Þetta er bara nauðgunni beint útsendingu, sko. Sorry if I bore you, I neglect you, don't mean to disrespect you, can't you see? I love you dearly, and not sincerely, but you annoy me.